En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 50 formaður Framsóknarflokksins á rúmlega 2,5 ári og sumir stjórnmálafræðingar hafa haldið því fram að það sé slæmt. Þessi fjöldi formanna síðan 2006 sýnir okkur að það eitthvað mjög mikið að gera. Það virkar þannig eins og menn í forystunni verði beinlínis bensínlausir. Að þeir fara á svona tiltölulega skyndilega og ákveða tiltölulega skyndilega að hætta. Og ég held að það eru margar ástæður og persónulegar ástæður fyrir því að þessi forystumenn í Framsóknarflokknum hafa hætt og skipt hest í miðju straumvatni. Akkur vildi Valgerður Sverrisdóttir ekki verða formaður, sem hefði svona sömuleyti blasað við. Akkur gat flokkurinn ekki sett sig við Sif Friðleifsdóttir sem formann. Það eru svona hluti til fortíðarvandi flokksins, hvar hann hefur verið og hluti til þessi langa illdeilna saga. Nú, hingað komið Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur. Einar, 50 formaðurinn, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, kornungumaður, glænýr. Hvað gerir þetta fyrir Framsóknarflokkinn? Það má kannski segja að hérna hafi verið kosið það sem mikið í tísku núna að tala nýja og gamla. Hérna sé nýja Framsókn komin. Það er mikil krafa breytingar innan Framsóknarflokksins. Hérna má kjósa algjörlega nýja forystu og það þá spurning hvort að kjósendur séu tilbúin að gefa þessari nýju forystu tækifæri, þar sem við höfum séð að flokkurinn hefur staðið afskaplega illa í könnunum og tapaði náttúrulega miklu í síðustu kosningum. Og þér sýnist Sigmundur Davíð ætla að ráða við þetta verkefni? Já, það var bara eftir að koma í ljós náttúrulega á næstu vikum og hvernig þessi forysta nær saman og hvort að allir verði sáttir við þetta formannskjör. En mér heyrist á mönnum í dag, ríkir nokkuð mikill einhugur að þjappa fólki saman og búa til þessa nýju Framsókn. Einar Már, þakka þér kærlega fyrir þetta og áður en við kveðjum ykkur héðan úr Valsheimilinu þá ætlum við að minna ykkur á nýjan fréttaskýringaþátt sjónvarpsins sem hefst strax á loknum fréttum, Fréttaaukinn, og þar verður meira fjallað sögu Framsóknarflokksins, en við kveðjum ykkur héðan úr Valsheimilinu að sinni.